bæði áhorfendur að halda sig í stúkunni, ekki vera mikið að rápa á grautinni við stúkuna og alveg sérstaklega ekki þeim veginn sem að aðstofardómarinn er. Og ég ætla líka að biðja alla sem eru fyrir aftan völlinn við netið að fara á því að þá er enginn að gera það. Já, góðan daginn. Lag hérna en afskiptaði komið sent inn. Þetta beint inn í mark hjá Stjörnunni. Það var vandræðagangur í vörð Þórkáa og sem endaði með því að Stjörnustúlkur skoruðu bara í opið mark. Á leikmann með 30 Katrín Ásbjörnsdóttir sem var skoraði í mark Stjörnunnar. Það var Katrín Ásbjörns sem skoraði. Einhver Eru menn tilbúinir með börur? Breytingar við Þórskáa og það getur leikmann með reynd Helena Jónsdóttir og inn í hennar stað leikmann með 30 Sara Jöfn Jóhannsdóttir. Það var í virkilega góðum tími að heyra smá frá áhorfendum.
Góðan dag. Góðan daginn. Jæja, þá erum við komin í samband hérna. Tókum tímaðinn. Hafði standarann. Það er allt mjög rættur. Pétur eða Kristján sem heilsaði Gunnar á samverðu átaki hjá Þór Káa, Þór TV og Káa TV. Stærna 1-0 fyrir Stjörnuna. Katrín Ástbjörnsdóttir með markið. Helena farin út af. Í markinu meiddist Helena og var borin af velli og það er ennþá verið að huga henni hérna við neðurgöngin þar sem er að byggt við sjúkrabíl sem er ekki komin og sjúkrabíl var að huga henni. Það er núna, já, sem það. Það er verið að koma inn með flugurnar úr sjúkrabílum. Og þetta sé ekki alveg þetta lítur ekki vel út þessu stað núna. En eftir markið hafa Þór Káa-stelpur verið dálítið betri. Og hérna er Sandra í skórum og það missir á hann. Stjórnfylgjurinn en Þór Káa-fljóttur komur aftur. Rúdarbjörg hérna upp hægri vænginn. Flottar bolta fyrir Margrét Anna Rakel með hann á vinstri, inn í taug, sendir hann fyrir flott sending. Stór hætta þarna. Og hún er ekki búinn og það er Huldarbjörg, Huldarbjörg, nei! Yes, því miður hérna hingað til. Það er líf í Þór Káa-liðinu. Stjörnurinn reynsa fram. Legi kom með hann. Sandra kom með teig, fer á vinstrilöppina. Leggur hann út. Nei, þetta var ekki gott til hún að gera beint á markið hérna og láta það vaða. Andrea búinn aftur. Margrét á Rakel. Það er ekki að Lilli brýtur hérna sér. Það er kilt þarna á stíðfélagi. Flottan bolta í vinstri. María var í kapphlaupi við Hulduðan sem enda út yngasti. Boltinn hérna langt fram. Samhóttina með hann eftir þessu í línu Stjörnunnar. Katrín, markaskorari hérna
Kemur boltan, fær að fá óvart að teiknum. Aðeins svo langt þess mér. En Líni gerir vel. Smá klaps og boltinn hafnar hérna alveg til vinstri megin á Önnu Rakel. Þannig að við finnum Andru, Andra er einn. Bjarka kemur boltann á Söndru. Sandra snýr aftur. Svo tilbaka á Andru mist. Andra mist með frábæran bolta en Kolbrún nær að komast inn í. Og Viktoría Valdís hreinsar Suðburtu. Aftur María Eva Hulda hérna í kafli B. Viktoría með vörn og tíðinkast. Smá darradansin við liðlínuna. Boltinn endur á Huldu, Hulda kemur á Söndru. Sandra klappar boltann aðeins, finnst það ekki leiðilegt, það er góð í því. Missar hann þó, en Hulda nær honum aftur. Bjarka með sendingu hérna á Arínu sem skallar bara beint í blótið. Margrét, Kolbrún og Rakel með skot. Hörku skot í slána. Þvílíkt skot. Þetta er ekki búið Hulda Ósk, en Adda nær að vinna nefnir Stjörnuna, kemur honum á Láru Kristínu og svo kemur langur bolti fram. Það er enginn, aðeins Sara Mjörk sem kom inn á fyrir Helenu við fagleiks. Markið liggur löftinu að Þorgáfa. Nú eftir hálfleiknum til að fara inn í hálfleikinn með góða stöðu. Þetta var með betri stöðu en 1-0 undir. Langur bolti, Arjana barðinni, Arjana hefur betur. Þorgáfa vill fá aukaspyrnu þarna en þetta hefur lítið í þessu. Harpa kemur boltinn tilbaka á Viktoríu, Viktoría fram á Katrínu. Kata leggur tilbaka á Öddu. Þetta með boltinn upp á Maríu Evu. Kata komið aftur, leggur hún tilbaka á bakinn yfir Örn. Stjörnum styrkir aðeins að halda boltinn núna hérna róður niður en þetta var ekki góð ákvörðun þarna. Bjarka settir undir pressu, kemur boltinn tilbaka á Söru. Sara, þetta var ægilega klaufalegt. Hún ætlar að hreinsa í burtu þarna en rekur vinstrileppinu í boltann. Og þetta var ekki gott. 2-0 Stjarnan. Harpa Þorsteins veit ekki gera mikið hérna, setti í smá pressu á Söru og óþægt fyrir Söru að koma inn svona í þessar aðstæður. Það hjálpar ekki til að gera svo svona mistök. En hún tíublestur undir þetta. Sandra kom inn á boltann. Sandra sækir á vörðum, tekur tvær á. Komin í skotverði, lætur vaða sjálfsögðu. En til að beint á Birnu. Rakel hérna með boltan. Kolbrún Jón
Þetta fyrir Kolbrúnu. Kolbrún með hann upp kantinu, það enginn. Kolbrún út vingast. Þetta fyllt á fullu, segjum þetta hafi verið hendasending. Rakel og Sandra fætt verið í sig. Ná ekki við því, Adda vinnur hann. Kolbrún, það fendast þetta góður pressa á hana. Margrét vinnur Arínu. Það er mjög Rakel á Biancu. Bianca með tilsölu slaka boltann teg, en Þórkar vinnur aftur. Það er fljótt þar að vinna aftur Þórkar þegar Stjarnan Hreinsson fram. Frábær bolti hérna á Arínu. Arínu gerir þetta ekki nógu vel. Eftir vítaspyrna. Gríðarlega klaufalegt. Margrét sækir þetta einstaklega vel. Það hefur verið Viktoría sem ætlaði að hreinsa þarna en sparkaði beint í Birna hleypur til Katrín Ásbjörn, spyr kannski hvað hornin hún áskalt sér. Það er hvað þetta var en Sandra fer á punktinn. Minnkar munin í 2-1. Kom allt upp úr misheppnaðri klippu hjá Arínu Calderón. Endaði á Margréti. Sandra. Svettgöld. Rúlaði boltanum Sali rólega í hornið, Birna og Ríðsson. Fyrsta mark Þórs KR Dalsborg á leikmaður númer 9. 2-1. Game on. Sandra Stefáni Majar úr vítaspyrnu. Ekkert minna það sem Þór K áskilið. Guðmundur Brynjar kemur hann á götu. Kata ég til vinstri. Lára Kristín með boltan. Það er næst stíkum á Maríu hérna en Ólán. Aftur reynda mörk, Sara með markspyrnu. Sara spilta bolta á Örnu, Arna gerir þetta vel á Huldu. Hulda með hann langan upp á Söndru. Sandra kemur hún, nei, ekki á Huldu en boltin er hafnar hjá Arínu. Arína aftur á Huldu. Huldu kom hann í góða stöð til að krossa. 4 inn í teik hjá Þórkáa en boltin slakur og aftur fyrir hann á vörn. En múið nýta þetta betur, það voru 4 á móti 4 inn í teik. Þórkáa komið strax aftur boltan. Halldór með langast líka. Ég myndi segja að Þórkáa er búinn með 65% boltan á móti 30 mjög stundinni. Og Lilji vinnur strax aftur. Kloppar hérna öllu. Gefur boltan á Sandra. Sandra í skotfæri á vinstri. Fer yfir á hægri. Fer lengri yfir á hægri og setur hann og í varnarmann. Og rétt fram hjá. Pressa Þórkáa er gífurleg. Það eru mjög fljóttir að vinna boltan og koma sér í færi. Ásökun gestir, það gildir allan leikinn og allan leiktíman
saman, það má láta heyra í sér og hvetja sitt lið. Hornspyrna, Andrea mist. Kemur hann fyrir. Það skal hann við Arnar og boltinn klástar að hans línu Vals og hvað gerist? Fór af Lilji hérna og aftur enda mörk. Lilji virðist hafa meiðst. Það bara má ekki gerast, hún eitthvað vönguð hérna. Setur á sig árbandið aftur og virðist vera leið. Byrna að sparka fram. Það Kata, Lilji mætt að sjálfsögðu. Lilji minnst ekkert leiðast að komast inn í sendingaranstæðingarna. Svakaleg barða í Þórkálinu. Margrét vinnur hérna innkast. Anna Rakel grítur honum inn, lappirnar á söndru, Sandra snýr. Út á Andra, þetta er skotfæri, að sjálfsögðu. En eftir eða tiltalandi yfir. Saman að skora hérna glæsimark fyrir sem var að fyrirbúðfæri fyrir vetur fyrir Lengjubikarnum. Birna með ennina markspunnuna. Já, Tóka var búinn að boltan enn missa hann, Lára Kristín. Viktor eftir af Láru. Sjálf María var hérna. Katrín í sendingu á Guðmundarbrunni en boltinn hafnar á Hörpu. Harpa reynir að snúa Örn af sér. Tveir reynsluboltar hana. Kljást. Harpa missir boltinn til Aríanu og brýtur svo á henni virðist vera en ekki dæmt. Hulda kom með boltan hérna. Boltinn í tíðinkast. Aftur virðist þetta bóttið á Nöfn Þórká ekki dæmt og þarna er þessu búin á Hörpu ekki dæmt. Siggi dómari virðist að fá það leikinn bara að fljóta. Þetta hann að missir boltan, Guðmundarbrunni kom með hann. Smá pingpong hérna núna. Boltinn á Margréti og út í innkast. Bryndís með innkastið. Kata gerir þetta gríðarlega vel. Það er svo aftur frá Kolbrúnu. Kolbrún farin aftur á götu. Og Kata aftur. Botnaði. Andrea. Sandra upp í horn á Huldu. Hulda reynir að leika á Viktoríu. Gengur ekki. Þórká var innkast.
kast. Já, skiptin að vikast Þór KR koma boltanum og sendur upp. Sem er gríðarlega góð að halda honum og vinnur hann á horn. Nú verða stórhætta í kringum hornspyrnur Þór KR leiknum. Sem er orðna 5-6 talsins. Já, það er komið tímamark. Segir Einar Sittryggs. Hann veit hvað tíminn slær. Anna Rakel með flottan boltinn á Marteig og... Nei. Alltaf stórhættulegur boltar alltaf innan miðan Marteiginn hjá Andreu og Önnu Rakel. Hann drar aðeins upp á grinduna í tegnum. Eða heppnina. Beinna sparkar á markinu. Það hérna á Lára Kristín í barðinni. Lára hefur betur. Þetta reyna sparkar hérna hreinsum í burtu en burtu með flóttapressu vinnur hann og já. Það er hóspinna. Rakel skokkar aftur á hleypur á vettvang. Ágætu gestir, þið vitið hvað má. Flottur stuðningur hérna í stúkunni. Rakel spilur boltanum, enn eitt frábær bolti inn Arna Sif. Arna Sif skattar á marki. Björkin í varnarmann Þór KR var hendi hérna en það hafi lítið til í því. Rakel tilbaka á Huldu. Huldu á Örnu, Arna ætlaði að senda á Andreu held ég en Andrea vissi það ekki. Þór KR góðum aftur. Frábær pressa. Arjana er að koma fyrir. Tekst ekki. Stjarnan búin að messa þar aftur. Bianca komið í teig. Bianca. Kolbrún. Það er að koma sér bjargar. Já, sýnst það er hálf vitlaust innkast þarna hjá Bryndísi en við fáum innkast. Já, Ásöndru svo vanlega. Rakel með boltan fyrir. Fínt bolti en sá ekki hver var Arna sem fyrst í hann að Arna kemur svo snöggubolt aftur inn en þetta er náttbyrnu. Byrnu að fara inn og koma fljótt í leik. Hættir svona við það. Settur niður. Með fínan boltan upp á Hörpu en missar hann Katrín á Hörpu harpar inn boltan fyrir en Bianca fyrir. Ásgeir og Stefania eða Adda í svona götuð. Spilaði ekkert í fyrra. Vegna badningna. Það er þjálfartími Stjörnunnar en mætti aftur núna. Núlar mikið hana í Stjörnunnar. Langur boltinn fram. Kolbrún hefur betur. Svo mikil barátta í Þór KR. Virðast ekkert vera þreyttir eftir viku langt ferðalag til Spánar sem voru í æfingaferð komin inn á laugardagskvöldið. Full mikil barátta ákefð í Söndru Stefáni sem brýtur af sér. Það sem mistaði byrjuninni þá var allavega 5 minna töf vegna meiðsla hjá heilinu. Það klukkan sé að slá 45 þá er nóg eftir að fyrra hálfleik. Þeir eru minnst að kosti 50 mínútur. Leiknaði með jafnvel lengra. Þór KR kominn með hann hérna.
Hérna finnur Huldu, Hulda nær ekki halda honum inn á. Já, Þór góna með að fljóta aftur. Núna getur Sara vel, sparkar hún bara nátt í burtu. Sara hægir snert boltan bara síðan að Stjarnan skoraði. Hérna fær hún hann tvisvar á stuttutíma. Kemur hún vel frá sér. Hulda upp á nöfnu sinni Hulda Ósk. Tilbaka á Örnu Sif sem ætlar að sýna fram en upp í þak. Og upp í þak þýðir innkast. Anna María á Öddu. Anna María aftur fram, jó. Líli bara tjestaði hana bara í leik á Margréti. Mjög skemmtilegt að sjá. Anna Rakel. En slöggsamvíkjan Rakel en það Sandra brýtur hana af sér. Guðmundarbrynja alltaf lúmsnögg. Stjarnan á uppspilnu hérna í aðlæðarming sínum. Þórká býður upp á að það geti spila úr því og svo ætla að setja pressu. Stjarnan vil bara negla honum fram. Og bolti fram. En Þórká kom með hann, Ariana. Við vorum þessu að fá að vita að upp á tíminn aðeins 4 mínútur. Kemur aðeins óvart. Nei, bolti fyrir Guðmundarbrynja. Sara kemur út á móti. Sara gerir vel að Bianca með frábæra tæklingu. Virtist sem svo að Guðmundarbrynja hefði bara átt að auðvelda leiða átt að marki. En þá kom Bianca bara, veit ekki hvað hann kom, en með frábæra tæklingu og bjargar í horn. Þetta var aðeins svo auðvelt hvernig það sluppi gegnum það. Þá kemur að í held fyrsta hornspyrna Stjörnustúlkna í leiknum. Það er flottur bolti en það er ekki vanlegt í árangur sem miða beint á pönnuna á Örnu Sif. Kemur hún hérna alveg upp á miðju. Bryndís missir boltan svo. Hulda komum. Já, finnur Rakel. Það að finna Margrét inn í súkunni. Gerir það. Anna María er rétt náð að setja tannan í dag. Innkast. Anna Rakel á Söndru. Sandra fara aukaspyrnu. Þessu er auðvitað eiga við Söndru. Það var góður bolta sem við fengið frá Andreu úr hornspyrnum. Og núna er hún nær markinu og innar. Eða utarvellinu minna ég. Nú, þá að fá útsvinga á þetta hann. Anna Rakel kemur á vettvang. Jæja. Kemur eitthvað æfingu sem við regnaði með. Hvað sem eru búin að drilla út af spáni. Anna Rakel með fína bolta sem þeir að Kata sem náði að skalla í burtu þarna á síðustundu. Hulda kemur hann fljótt leik á Söndru. Ekkert einasta innkast Þórká í leiknum hafi farið á Söndru sem er fínt upplegg. Bolti fyrir þarna aftur fyrir. Það var ekki alveg boltanum undir stjórn.
Stjarnan hérna. Brynja og Lára upp. Lára reynir hann langan en það Bianca. Það var fín tækling á Birni Sif. Katrín heldur honum hérna. Kemur tilbaka og Guðmundur upp. Guðmundur köpur upp. Flott pressa á Þórká að einu sinni. Og jájá. Aríana vinnur hann, kemur hún söndru. Aríana farin aftur. Guðmundur Brynja vinnur hann hérna og áhorfendur enn einu sinni ósættu við sigur dómarleiksins. Vildi að fá innkastið en svo ekki. Stjörnustúlkur þurfa að halda boltanum aðeins betur. Komast inn í hálfleiki með 2-1. En Margrét var enga hjálpinn þar en þetta var hann eins og aftalega. Kemur Vandurinn sem kemur hann á. Lilli og við það flautar Sigur Hjörtur Rassson til hálfleiks. 2-1. Stjarnan í 10. miklum fyrri hálfleik. Katrín Ásbjörn skoraði snemma leiks yfir Stjörnuna sem Helena Jónsdóttir markmaður Þórká meiddist og þurfti að fara út úr húsi í sjúkrabíl. Stjörnustrákurinn komið svo í 2-0 eftir mistök hjá Söru Mjöll sem kom inn á í stað fyrir Helenu. Sandra Stefáni Majer Gutierrez minnkaði svo munin í 2-1 úr vítaspyrnu sem Margrét Árna fiskaði stórvel. Tökum okkur smá pásu hérna á KA-TV og Þór TV. Seinna leikinn innan skamms.
tilbúið fyrir það er alltaf verið tilbúið fyrir seinni hálfleikinn í þessum úrslitaleik Lengjubikars kvenna árið 2018. Stjarnan Þór KA. Stjarnan leiðir 2-1. Mjög skemmtilegum fyrirleik. Seinni hálfleikurinn verður vonandi svipaður, engar breytingar á liðunum. Gengur inn á boltann, kemur hann upp á Söndru, nei á Arjónvirkið. Svo komur fram en það tekst ekki. Hún komst á milli og vinnur innkastið. María Vey inn í teig en fyrir yfir hana og yfir alla varnarmenn. Ariana Calderon. En á Rakel Sandra gríðarlega skemmtilegt nú þarna. Þetta var eitthvað sem við myndum endur sína að við varum með það kveikt á. Svo er ekki. Hann mistur svo boltan. Þór KA búinn aftur. Það er Ígult búinn að vinna boltan innan 5 sekúndna. Eða að missa hann. Þarna með boltan langt. Þetta var tiltölulega hættulegur bolti. Stjarnan til vandræðum með það. Svo Katrín leyfir Katrínu að snúa, Harpa tilbaka. Já, Þór KA komið með persónu sína. Hulda gerir það mjög vel. Hulda Ósk leikur þetta skemmtilega. Viktoríu kemur boltan fyrir. En þegar maður kemst upp á endamörkum þá ámar að setja hann út að vítamúti og Hulda Ósk gerði það þarna frábærlega. Því miður þá var engin Þór KA mætt. Bianca kemur boltan á Söndru. Sandra aftur með og duttuði núna með sendingu. Margrét á Hulda Ósk. Hulda Ósk skotfæri. Hulda Ósk lætur vaða. Anna María kemst fyrir. Og til að gera hana vel og María Ósk kemur að segja kvöldur. En Þór KA komur aftur. Stjörnusólkin með alla sleppur á síðustu 40 metrunum. Sem fer aftur fyrir. Sýnist seinni hálfleikur ætla að fara af stað eins og fyrri hálfleikur en það er. Þór KA með pressu á hátturbætinum. Miklu meira boltan. Marspinnu Katrín og Andrea hérna í varðu upp. Kóbríkinn þetta listi vel hana. Leikur á Margréti Arjana. Gefur hann út á Rakel. Rakel inn í fyrirgjöf á Huldu. Lili gera sem hún gerir best. Kemst fyrir sendingu. Boltinn aftur í endamörk. Þetta vill sjá meira frá bláum. Skila hana vel.
Þetta er leikinn svolítið niður þegar boltinn fer hann út í horn í bónum. Já, Arianna bara setti bakki hennan og það var bara mjög góð sending á Söndru. Sandra og Rakel með boltan fyrir. Þar eru það 3-4 Þórkáðastelpur. Þessi bolti var á hár og langur. Aftur fyrir endamörk og Birna Elliðarsson markmaður. Stillir boltanum alltaf hennar beint fyrir hann markið og kemur með hann í miðhringinn sem Katrín og Andrea eigast oftast við. Og stjakar Andrea Gutanes. Kikir hugsaðan með dæma, dæmdi ekki. Sandra er komin boltan inn til tekið skotfæri. Lætur vaða en í varnarmann. Hulda Ósk fær hann svo. Step over, skæri. Tjekkar út. Fyrir Margrét. Nú Gumda Brynja kemur hann og flegir fætt tilbaka og bjargar. Step over, skæri. Birna komið boltan hennar. Leggur hann niður. Nú, setur hann út á kant núna. Það er enginn, nema Andrea Mist. Andrea Mist gerir þetta vel, kemur hann hérna inn fyrir. Hittir hann við, já. Stjarnan í einhverjum vandræðum hérna. Endar með að reynsa upp völlina sem Arnars yfir. Stjarnan missir boltan mjög fljótt eftir að það eru búinn. Lítið hreyfanleiki og lítið í boði fyrir varnarmenn Stjörnunnar. Rakel fyrir Söndru hérna. Rúdeg fær hann aftur. Já, reynir skotið en í varnarmann. Núna er hérna Katrín með pláss, það er ekki gott. Finnur Öddu. Adda út á Bryndísi. Bryndís kemur boltanum upp. Finnur Hörpu, Harpa. Reynir með Guðmundur Brynni en tekst ekki. Við setjum nú til einn kast. Katrín hérna með skot með vinstri teg. Máttlaust. Töluvert langt fram hjá. Sæla spilning núna til. Það voru að vinna þetta. Boltinn endar hjá Þórká. Langur bolti fram í Ariannu. Viktoria smá brast hérna en kemur boltinn út í kast. Gríðarlega vel mætt í búan hérna í dag eins og myndtökum að kannski sýnir núna. Nei, jú, hérna sýnir hann. Sértökum í næsta bekk. Ingóls. Við fáum meiri háa í húsið, það er skiljanleg ósk sem hefur ekki að heyrast mikið í seinni hálfleik. Þarna vaknaði Stuðningsson og sett inn til lífsins. Innkast á eftir innkasti. Hilda Björk, reyna að finna Söndru, já. Það er hún. Sandra vinnur með innkast. Bolti svo aftur fyrir endamörk og markspyrna.
Athugum hvort það sé ekki samplanað venjulega, jú. Boltinn hérna í miðringinn, núna reyndar á Guðmundur Brynju, kemur niður mætir honum. En sér tökum fljóttar að missa hann. Boltinn inn á Anna María, reyna að finna Hörpu en Arda Sif gerir vel. Sandra frábær enn gegn Guðmundur, aftur, aðeins inn í þessa. María kemur niður fyrsturkantinn. Með fyrirgjöf, með Arda Sif. Sandra Köttis er inn að koma honum yfir Öddu en það Rakel kemur honum upp á Söndru en Kolbrún skemmt hann út af. Sandra getur ekki gengastíðu því að hver á þá að fá hann. Getur hann að senda sjálfur sér, nei. Rakel sendur hérna yfir Söndru á Margréti. Framhæging kast. Rakel tilbaka á Biancu. Bianca á Söndru, Sandra missir hann. Guðmundur Brynja er búinn að spila hérna djúpt í seinni hálfleik. Klaufvelli á arenan, það missir hann. Hulda og Marja í barðu. Hulda hefur betur. Hulda Ósk. Var ekki alveg viss hvað hann ætlaði að gera hana. Boltinn fer svo undir hann á tíðinkast. Gefur boltan frá sér, frábær bolti hjá Örni á Söndru. Sandra hefur Rakel hérna, Rakel komin í skotfæri, Rakel lætur vaða. En ómáttlaust. Hoppar tvisvar á leiðinni og endar í fanginu á Birnu sem tekur sinn tíma í að standa upp aftur. Lili kemst fram fyrir Hörpu og vinnur boltan. Kastar Rakel á Söndru. Sandra úti Öddu. Það komur maður aftur hérna. Ætlaði sér hún mikið. Lára Kristín. Götu Kata með frábæran bolta á Guðmundur Brynju sem komur hérna yfir. Egg finnur Hörpu aftur úti, Harpa með skot í slána og Lára Kristín í frákastinu. Stjörnustökka gerði þetta á fáum leikmönnum og gerði það mjög vel. Sem endaði í fínu skotfæri fyrir Hörpu sem smelti honum í slána. Þór Kársdalur hérna hana. Sjáum það að Stjarnan sé og ganga erfiðlega að koma boltanum í fremstíluna. Þegar það gerist þá það stórhættulegar. Það þrjár fremstu Stjarnan stórhættulegar. Bianca með langa bolta hérna. Kolbrún les það vel, kemur boltanum á Guðmundur Brynju. Hún á Bryndísi. Bryndísi er hérna Hörpu, Harpa missir hann. Sandra á Möggu, Magga á Andra í langar örugglega að skjóta þarna en boltinn var aðeins lengur hjá Margréti. Lili með flottan bolta hérna yfir á Söndru. Sandra með Jóni fyrir utan en notar hann ekki. Kemur sjálf með boltann í teig. Það er Viktoría sem komst fyrir en Þórká á konum hann aftur. Bianca og Rakel með boltan fyrir, beint í hendin á Öddu en ekki dæmt. Sigurður Hjörtur Þraftarsson spjaldar Örnu Sif. Nú lítur að hafa sagt eitthvað.
Hún fekk ekki mikinn tíma til að segja eitthvað sem fekk bara spjaldið 2 sekúndum eftir að boltinn fór í hendina á leikmanni Stjörnunnar. Stjarnan vinnur hann hérna á hörpu, hann missar hann. Pressa Þórkáfa er gríðarlega góð eftir að missa boltan. Ígöld búinn að vinna hann innan 5 sekúndna. Þannig að Kjell með innkast á Söndru. Sandra skiptir hann alveg úr Örnu. Arna tekur 1-2 snöndingar og kemur með hann fyrir. Þetta er hættulegur bolti. Margrét skalla hann á. Nei, Ariana Það kom honum á Söndru en það var óleint hjá henni. Lili á Björku. Janka með stundasendingu. Kolbrún Gesturir. Margrét með mátlaskot. Hættulegast. Með markspyrnuna. Ariana vinnur hann. Kemur nú Söndru. Sandra tekur hann mjög skemmtilega niður. Kemur út um vinstri á Önnu Rakel. Önnu Rakel með fyrirgjöf á Margrét og Sandra hérna. Töluleikir saman. Og Hulda missir hann aftur fyrir sig. Aftur fyrir endamark fyrirgjöf. Ja, Rámstað fyrirgjöf. Ariana vinna ennið skallaboltan. Misskilningur hjá Láru og Maríu. Ég var alltaf að koma eftir en Lára Kristín ákvað að senda langan. Hulda gerir vel. Inn í Söndru. Sandra missir boltan og liggur eftir. Stjarnan sparkar hann ekki út af. Það er ekki að gera það. Náðu bolti. Þórkáfa inn núna. Sandra liggur ennþá, þannig að Grímundaf. Viktoria virðist snart aðeins aftan í hálsinum á Söndru þegar hún potaði boltanum í burtu. Ekki brot en Sandra hvæsir aðeins á sig að það. Siggi segir að sjúkraþjálfarinn með Þórkáfa með kominn á. Það virðist sárkvalinn hérna, Sandra. Það er rautt spjald á Biancu. Hún hefur sagt eitthvað við Sigga. Sagði eitthvað og klappaði fyrir hann. Fær þarna 2 gul spjöld á sömu sekundunni fyrir að kjafta og svo klappar hann fyrir því að hann gefur spjald og það má ekki. Þannig að setja gulu spjald er allan hárrétt. Við vitum ekki hvort það fyrra hefur rétt út, við vitum ekki hvað hún sagði. En algjörlega galið hjá Biancu. Það er skipting. Sandra Maja þarf að fara út af. Líklega sami ökli og hún var að stríða með í fyrri vetur. Og lengi frá vegna öklameiðsla. Ég veist að tekið sig upp aftur og hún er búin að biðja skiptingu.
Þórká var að missa Biancu að velli hérna og að öllu líkindum Söndru. Það gríðarlega stór biti. Þannig að í augnablikinu það tveimur færi. En jú, Sandra ætti að halda áfram. Við erum að koma inn á aftur, fær það. Stingur ægilega í. En þráttur að vera færið þá það konum með boltan hérna. Nei, Sandra bara með skot. Já. Skaut bara af 35 metrunum og hoplar svo möllin. Spurning hvort hún halda áfram hangur til að skiptingin eða hvort hún ætlar bara að haka þetta á sér. Þannig að Betti sjúkraþjálfari Þórká að þjálfur á þetta skiptinni. Það enginn að gera sig klára, hann er reiknum með að Sandra ætlar að haka þetta á sér. Lendir hérna í klapsi og hún virðist ekki vera meitt þegar hún er með boltan, en án boltan svo virðist hún vera sárhljóð. Það skrítið syndrom. Og það var Anna-María. Sér svona ekki fljótubræði breytinguna á Þórká nema það virðist bara vera í 4 manna varnarlínu. Anna Rakel og Hulda detta bara niður í bakverði. Í staðinn fyrir vangbakverði eins og var áður. Stjarnan var hérna á uppspilinu. Katrín Ásbjörns ætlar að flengja þessum teg. Gerir það, flottur bolti hérna á KR. Það er Arna Sif. Gríðarlega öflug. Arna í loftinu. Bolti langt hérna, Lilli. Kemur þessu boltinn í kast. Boltinn upp á Guðmund að Brynja í barðu Önnu Rakel fær innkastið. Tekur það fljótt. Lilli gerir vel, kemur boltinum burtu en ekki lengra en á Láru. Lára á Öddu, Adam missir hann aðeins. Hulda missar líka, Harpa kemur hérna inn fyrir á Guðmund að Brynja sloppin í gegn og með skot. Gríðarlega slæmt skot, vel framhjá. Lilli vill fara ángstöðu en ég er ekki viss að þetta hefur verið ástæða. Stefnir í erfiðar síðasta 25 fyrir Þórká. Einu færi. Donni og Andri gera hennar skiptingu. Margrét átnandi fyrir út af og inn að kemur María Katrína Grós. Mjög skemmtilega að sjá hana. Fædd 2003. Gerir hana 15 ára þessu ári. Stjarnan með skot. Sara handsam með þetta. María er gríðarlega spennandi leikmaður. Unglingalandsmaður. Var að koma upp í 3. lokinn. Var held ég í hóp einu sinni ef ekki 2 ára í Pepsi-deildinni síðasta ári. Aríanna Koldur, hún er bara komin í hlífabólinn. Hún brettur verma báða meginn og ekki séð þetta aðra held ég. Myndi ykkur mála súmuna þetta ekki. Þetta er mjög sjaldséð sjón. Næja. Það tekið aðeins alveg þegar að beða með að bretta eins og bermannar og
Ég með í dag, Sandra gerir vel. Minnur hann að skella boltan en Kolbrún kemst fyrir. En að koma upp í hotn. Boltinn hérna upp á Huldu. Hulda komin út vinstra megin. Sem Margrét var. María kemur á hægri kantinn. Það væri gaman að sjá boltan hérna. Flengja hann yfir hægri á Maríu sem María með mjög gott svæði. Já, Lili gerir það. María kemur hún tilbaka á Huldu. Ekki alveg nóg vandaður bolti hjá Maríu. Hún má líka hafa smá sjálfsvörn og fara bara keyra á sjálf. Gríðarlega hröður leikmaður. Stjarnan drepur niður tempóið. María ekkert að flýta sér. En það er það 2-1 yfir. Þarna vilja Harpa og Hulda báða fá brott en á kúrar. Leon segir sig ekki. Ariana með hérna innkast. Finnur Söndru. Sandra með skot, sjálfstæðarkvöldagjöf. Boltinn hann á Guðmundur Brynju sem kemur honum á götu, Gata á Láru Kristín upp á, nei. Lili, henni finnst svo gaman að gera það. Komast inn í sendingu. Nú missa hann að fá sér aftur og Stjarnan er að halda hann að sérna. Kolbrún hérna með hann upp á K2 sem hefur alltaf mikið plás. Boltinn hérna fyrir Harpa og Lili. Kaplöpu Lili hefur betur, tæklar hann í boltan í Hörpu og aftur þetta mörg. Það kom aðeins á verkjöra hérna eftir sér í Ylinu en ná að leysa úr því. Vel gert í Örnu. Hulda með boltan upp á Maríu. María að gera vel, Finnur Söndru, Sandra með plás. En ætla sér á mikið. Þráttur að seinni færi, þá er það búin að vinna boltan strax aftur. Sandra út á Huldu. Hulda leikur hann að Bryndu sig. Vel gert, komið boltan hérna upp enda mörgu vinnur hótsmyndu. Það er látað að telja. 27 mínútur eftir að venjulega tíma. Kannski meira 17 mínútur. 17 mínútur eftir að venjulega tíma. Fýtt bolti Lili Arna í barðinni. Fannst þess að Hulda hefði getað náð þessum en hún kannski hefur ekki vitað á boltanum. Það er að ég kenna það ég aftur vona fleiri mörkum með að hvernig fyrirháleikunum spilaðist. En Stjarnan Ólafs Þéttar er búin að gefa færi á sér inn í seinni hálfleik. Birna har Ariana með 25. skallabolt sinn í þessum leik. Sandra tilbaka á Örnu. Þarna Hulda. Já, brotið á Huldu þarna. Það tekur hann á kólið staðinn. Sleppum með það. Lili reynir hann að erfa hann bolta á Huldu. Sem fyrir aftur fyrir yfir. Jæja, á loksins hvað Sigurdómarum Birnum á Hvítarsson aðeins. Andra hefur hérna betur á mútið götu. Gefum boltanum á Söndru, Sandra. Ariana. Mér er spörum að missa ermannan aftur á réttan stað.
Sara á Örnu. Það er svona labbarna fram með Götu og frábæra skiptingu á Huldu. Hulda tekur á mótunum. Leikur inn á völlinn, kemur boltan fyrir þar sem Arian og Mari eru en hún er ekki að finna þar. Já, Birna í markinu flýtir sig meira núna eftir að Siggi banum með hann. Ariana skallar hann. Ariana er komið með svipmarga skalla boltaleiknum og Birna er komið með markspyrnur. Sandra. Já, fær hornið. Yfirbyrði Þórká að minnka ekkert þetta sé unnufæri. Frábær hornspyrna, hún endar bara beint í markinu. Það er Andrea Mittbálsdóttir. Þvílík löpp. Þvílíkur styrnufótur. Þetta er ekki flókin íþrótt. Bara nákvæmlega það sem Þórká áskilið. Og við það gera þeir breytingar á liðinu. Anna Ragnar fyrir út. Lára Einarsdóttir kemur inn í hægri bakvörð og Hulda Björk fær sig í vinstri bakvörð. Engin breyting á taktík, bara aðeins tilfærslur á stöðum. Spurning hvort annar alveg við erum eitthvað meitt eða hvort að leikurinn endar svona þá er beint í vítakeppni. Við höfum engan tíma fyrir það, við erum öll að fara á leið fyrir dóma. Lára komin inn það beint í aksunni. Maríu með boltan inn á Andru og Andra. Já, allan tíman. Skot en framjá. Mér finnst ólíklegt að leikurinn fari í vítaspyrnukeppni. Það er komið sigurmark í það. Og Katrín með boltann undir. Katrín skotar ekki eftir vaða. Og þessi er rétt yfir. Það er gaman sögnin. Stjarnan bregst við þessu jöfnunarmarki Þórkáa. Súgjörnur þar eigið meira inni heldur en það er búin að vera sína okkur dag. Man rétt að fór leikur þessa liða í riðlakeppninni 4-1 fyrir Stjörnuna. Og Stjarnan gerir hérna breytingarliðinu svona Adda. Það er breyting á liði Stjörnunar og það kemur leikmaður nr. 7 Ásgerður Stefanía Bannesdóttir. Og inn í hennar stað leikmaður nr. 27 Þórdís Rögn Sigfúsdóttir. Þetta fyrir Almar Róma. Já. Adda fyrir liðsferðin út af. Þess mátti gaman að sketa.
ætlum að Almar Ómarsson sáttu við það að láta Stefán út af í þessa stöðu. Þannig að hann er stuðningsmaður rautur nr. 1 á Íslandi. En við þessa breytingu fer María Evan á miðjuna. Og Hulda hérna virðist vera brotleg en ekki dæmt, en hún og María kvenka sér báðar hérna. Slappa ekki inn. Búm. Við líka sem það fyrir Hörpu en Harpa vinnur hún aftur. Harpa gerir vel. Gefum boltanum fyrir. Boltinn það fram, Viktoría. Kom. María enn í kapphlaupi Önnu Maríu. María er svo miklu sterkari. Kemur boltanum fyrir, fínn bolti. Og Þórkákonum með Arjana Ruttek út á Huldu. Hulda með fyrirgjöf með vinstri en hún er slök. Ekki fangið á Birnu. Hulda spila núna að setja Kolbrún. Kolbrún leggur hún fram. Það er Harpa og Lilja í barðinni. Finna Katrín. Já, hann er á náttúrulega. Það er rangstæð. Áhendur klappa fyrir því. Þetta er búin að biðja þetta margóttreglum. Arna. Lára, Andreu, þetta er vel spilað. María. Andrea er laus í botni. Anna María kemst fyrir. Æsingi mínum glemdi ég að uppfæra stöðun á töflunni. Núna áhörndu fyrir gefið mér það. Það er sjálfsög 22. Eftir frábært jöfnunarmark. Andreu meistar. Nei, núna er plássið til Láru Kristínu. Gefum boltanum út til hægri á Guðmundur Brynjar. Guðmundur Brynjar er búinn að hafa sig hægt fram í þessu leik. Hún er ekki búinn að hafa sér hratt fram. Myndatökumaður með einhvern nýping hérna. Þall og Selfissinguna. Selfie kann stann saman, segir hann. Svo fyrirgerð á stjörninni er ekki mikil árangur. Fávarinn teg og fólk á ekki miklu vandræðum með þar. Sara. Sparkar fram. Já, ég er svo hissa. Arjana vann hennar bolta. En Lára með möguleika hérna til að senda inn Hörpu. Arna kemur svo til í kast. Boltinn fram og sendur við Sandra. Hún virðist bara búin að ná sér alveg. Alveg sjóveiki hana. Hulda missir hann. Þórdís Rönn sem kom inn á hann fyrir Öddu. Frábæra bolta Guðmundur á Hulda Björg. Hulda Björg býr þetta vel, en hvað svo? Guðmundur Brynjar vinnur aftur. Komur hérna, herðu. Úff. Hulda sleppur þarna held ég. Mjög vel að fá ekki á sig brot. Eftir okkur að dæma. Ásgeir, hann betra sjónu á þetta við. 5 mínútur eftir að velja leiktíma.
Núna ákveður Aríana bara að taka niður. Þreytt á skallaboltan. Lára með flottan bolt upp á Söndru. Söndra í barði við Viktoríu. Reynir líklega að fá hornið hana en tekst ekki. Birna og Kolbrún kemur hann upp hérna, finnur Láru upp. Lára er með Þórdís inn á vinstra megin. Notanlega ekki heldur Finn hérna. Guðmundur sem er ástæð. Lára þetta fór listi vel. Þetta var rétt. Hulda Björg veit hvað hann er að gera hana. Stígur hann út. Langur bolti fram. Kolbrún og Sandra í barðinni. Kolbrún hefur betur en boltinn hafnar í aðrunni. Kolbrún hefur aftur betur ekki að Söndru. Lára. Fyrst tilbaka á Kolbrúnu. Kolbrún eiga flotta leik hérna í vörninni á Stjörnunni. Stjörnuvörninni. Inga Bryndís Sigurður stoppar þetta Inga vegna skiptingar. Það breyting á liði Þórs K.A. Inn á kemur leikmaður nr. 25, Agnes Birta Stefánsdóttir og út af kemur leikmaður nr. 15, Hulda Ósk Jónsdóttir. Hulda Ósk fyrir út af og Agnes Birta kemur inn á. Agnes fari í vörnina, nei í miðjuna fyrir ekki og já, Andra fyrir á vinstri kantinn. Andra reynir svo hérna stúkusending á Söndru en það er sagt Þórdís komið að Þórdís kippur minni fyrir á Hörpu. Harpa er rangstæð. Ég er ekki viss með þetta. Hreint ekki viss. Ég hef ekki flaggað á þetta hérna. Góður áhorfendur, það er stutt eftir. Látið þið endilega heyra í ykkur. En aftur Ásgeir er betra sjónarhald en ég. Aríana komið bóltan, Aríana finnur Andru hérna vinstra megin. Andra komið, leikur á 2-3, kemur skot. Bom. Hörkuskot. Það var svo fast að hún gat ekkert annað en gert en komið eina sjónvarpsmarkaslu. Segjum það hana, sem ég veit ekki alveg af hverju hún var á því að það þýðir bara að Andra fær hérna ennþá betra skotfæri. Hún er komin á vettvang til að leika horn. Kemur ekki með sama snúning núna til að setja hann inn, heldur setja hann markteginn. Það eru ennþá frammi á Þór K.A. en Andra verður að koma með hann inn í. Finnur Örnu, Arnar skallar hann hérna beint upp í loft. Og María finnur Lili. Lili er inn að chipunum inn í hann, það byrjum hendi. Það hefur verið ofstuttu færi til að geta dæmt á það. Núna gæti Stjarnan breika, það eru hérna 2 á móti 2 uppi. Finna Guðmundur finnur Láru. Þetta getur hættulegt. Lára velur hann að kolvitlausan kost. Sendur á Þórdísi sem var alveg metri fyrir innan meðan Katrínu var að koma með hlaup nr. 2. Meistara með hana. Þór K.A. stelpur heppna þarna. Myndatökumaður beðið mjög Já, maður er með til að fá eitt sigurmark frá þeim svartklæddu en þetta gengur ekki. Þórdís er komin að 3 á móti 3. Harpa er enn vinstra megin en aftur Stjarnan með hræðilega ákvörðunartöku og senda bara beint í lappirnar á Þór K.A. Lára lætur flagga sig vitlaust innkast. Sáum ekki hvað hann gerði af sér, líklega hefur hún lyft upp spætinum. En Stjarnan vildi bara að við varum með boltann, en láta okkur fá hann strax aftur. Arnar með frábæran bolta á Andru, virtist vera að narta hans aftan í hana. Ekki dæmt. Andra kvartar ekki, þannig að ef Andra kvartar ekki þá er örugglega lítið að þessu. María fann út þeirra megin.
Nei, enginn þarna. Stjarnan galopnar hérna hægra megin. Uppbótartími í seinni hálfleik verður að lágmarki 5 mínútur. 5 mínútur hérna í seinni hálfleik í uppbótartíma. Þannig að bæði lið hafa 5 mínútur til að finna úrslitamarkið og sleppa vítakeppnina. Lára betra á móti Arínu hérna. Smá misskilningur. Bryndís kemur með langan. Lára. Hinsar en ekki nógu langt. Guðmundur Brynjar komið með hann. Guðmundur Brynjar finnur Bryndísi. Núna það 2 mættar hann í. Arna gerir þetta frábærlega. Allt í einu voru Stjörnustúlkur mættar 2 helmingi fyrir hann hafi verið allan leikinn í fyrirgjarnar. María ekki nógu vel spila á þessu. Stjarnan getur breykað aftur. Það er svona þreyta í bæði lið sem Lili gerir þetta listi vel, tekur á mótunum hana. Lesir hann upp í loft og neglar hann svo fram. Það er svo annað takkið þetta neglar hann fram og setur hann upp í þak. Fyrir þá sem voru að fylgjast með fyrir í útsendingunni þá þýðir upp í þak innkast. Og innkastið upp á Láru Kristínu sem missir hann, Bryndís fram það aftur. Missar til Söndru, Sandra nær haldur hann inn á. María Eva vinnur af henni. 91-40. Gjörðu það eftir 20 eftir. Að lágmarki. Stjörnustúlkur komið inn aftur hérna. Vel rangstað. Arnfóðarsteins. Átti ekki hún að fá boltann hana svona fljótt. Lili ætlar að fleikja hann minna fram. Beint á Stjörnustúlkur sem frábærlega gert þarna í Agnesi. Og Lili með hann svo hérna langan upp í hótt. Bryndís. Stjörnustelpur býða með 4 frammi og það borgar sig. Það eru hérna að breyka. Frábær bolti hjá Katrínu. En Hulda gerir þetta listi vel og það er að koma sér fyrir. Lára upp á Söndru. Sandra ekki búin að vera skila boltanum frá sér hérna undanfarið. 18 mínútur. Kata Harpa með flottan bolta. Guðmundur Brynjar. En Sara í smávarsli. Sara gerir þetta frábærlega. Og það er brotið á hana. Jæja, Lili er eftir stað. Þórdís. 5 meter hægri komin í skotfæri. Mjög slagt skot sem Arnar tekur bara á móti. Þakka Pent fyrir sendinguna og kemur upp Andru. Nú er Andra að breyka þetta. Kemur honum á Maríu, nær hún í. Hlýtur að fá aukaspyrnu þá. Nei, fær hann ekki. Sikki dæmi það á Maríu. Andra liggur. Andra með krampa. Mínúta eftir af uppgefnum uppbótartíma. Þór Káa gerir skiptingu. Andra sefur út af. Hún er að vera að gæla við krampa hérna, ég er búin að sjá síðustu tímunnar. Það er Andra sem er út af. Út af kemur leikmaður nr. 26, Andrea Mist Pálsdóttir og inn í hérna staðleikmaður nr. 20, Ágústa Kristinsdóttir. Justa kemur hérna inn á. Justa Kristins.
Þá greinilega blása til sigurs. Eða þetta hugsað fyrir vítaspyrnukennina. Herðu og Viktoría lætur bara vaða hérna á 34 metrunum. 95 komu á klukkuna. Bættir ögla aðeins við ögna skiptingunar. En stefnir allt í vítaspyrnukenni. Jójó. Bættir sálítið við umbóðtíman. Lækka niður 4 stund. Já. Við erum á leiðinni í vítaspyrnukenni. Liverpool ekki í bestu leiknum. Það er knýja fram úrslit í þessum Lengjubikar. Bikar að fara loft hérna. Það er hefðbundið vítaspyrnukenni. Þó svo að það sé búið að breyta í ABBA-kerfið í Lungubikarnum. Þá er ennþá hefðbundið hérna í Lengjubökunum. Það er að segja að liðið skiptist á að taka. Þyrðin hún mót. Má hafa öllum að öllum. Lokinn í vítaspyrnukenni fer fram verðlalanding. Það sem myndatökum að KTV og Þór-TV verður að sjálfsögðu með í mynd. Þótt hann hefur ekki lýst. Það er með í mynd. Við spinnum af... Alltaf er drauminn að lýsa verðlalandingu en ég held ég láti það vera í dag. Einlega geta það ekki. Við sækjum þegar spennt í prat. Spennt í vestur. Spennt í vestur. Rétt hjá ekki austur á Húsavík. Við verðum að testa með hérna í áttfræðinni. Vítaspyrnukenni fer fram á vesturenda Hóttanis. Til að einfalda það þá er hann vinstra megin á vellinum. Siggi flautar og vill fá leikmennina í keppnina. Þá kemur áfram til skarinn. Sjáðu hlaupaði. Nýbúið að biðja fólk að fara ekki inn á völlinn og það vill færa sig nær markinu. Það er Harpa Þorsteinsdóttir sem hefur þessa keppni. Sem hefur hann? Hvað hefur hann? Ég hef hann í vasanum. Hvað segir þið svona? Harpa Þorsteins á fyrstu spyrnuna. Hvort heldur þið með? Stjörnunni eða Þór? Þór hvað? Hatta sko. Ertu spenntur? Ismael, passaði samt ekki að hoppa hérna í myndavélina og komdu hinum einn. Komdu hinum einn við pappanum. Harpa Þorsteins fær flautið. Tilefni beint af boltanum. Og Sara Vera! Og
bara tiltölulega vel það. Það var ekkert að þessari markastöðu, ekki neitt. Mjög góð spyrna í Hörpu, ekki nógu góð. Það tók ekki handboltamarkmanninn á þetta að fagna þessu. Arnarsvík getur þá komið Þórká í fórstuna, stuttir upp og setur hann auðvitað í hóðnið. Það var það varamaðurinn Þórdís Rönn sem stígur á stórsviðið. Fyrsta þess að jafna. Ekki Sara. Nei. Gríðarlega góð spyrna hjá Þórdísi. Þriðja svona spyrna sem við séum í dag. Ja. Þórdís Rönn með fyrsta mark Stjörnunnar í Styrviðtökunni, staðan 3-3. Stjörnunnar var ekki á því að ná í boltan fyrir Arínu. Lætur Arínu sækja inn í markið. Aríana. Já. Upp í taknindi með þetta. Arína búin frábær dag. Næsta dagskrá Guðmundur Brynja. Selfysingurinn fljúgandi. Hann tekur þetta klassíska beint að boltanum til hlaup. Já. Ekki rosalega góð spyrna en sendir Söðri Vilsson. Það dugar oftast. Fyrirlið Þórská, Lilí Hrund Lundsdóttir. Þetta alltaf fókus þegar þeir tilbaka. Bara sem ég grann. Lilí. Vá! Lilí labbaði rólega boltanum. Skellt honum svo bara inn á hótar. Upp í stöng. Ég sé pappina hleypir ekki skert það margoft. Já, þetta var bara eins og slagasta spyrna sem ég séð lengi inn í bónum. Já, alveg frá því bara að Sandra María steig á reimuna sína í víti og skutt fram hjá. Lára Kristín með gríðarlega slæmt víti sem Sara hefði lítið fyrir að verja. Hefði getað grippið hann en vildi ekki gera lítið úr henni. Og þá var það bara for the win, Lára Einarsdóttir. Já, með. Já. Við getum vinnað! Einar, hvað segir þetta? Jú, takk! Þórká, lengi bikarmeistari 2018. Lenda 2-0 undir á móti sterkulegu Stjörnuna en komum tilbaka. Jafna í 2-2, einu færri. Tryggja svo sigurinn í vítaspyrnukeppni. Fjögur 2 í vítum. Sara með 2 varin skot. Bætti laglega upp fyrir mistökin sem hún átti í seinna markinu hjá Stjörnunni. Allir múið að gleyma þeim núna. Og Þórká tilbúinn að hlaupa og fagna áhorfendum sem voru stórkostlegir í dag. Þórká Íslandsmeistararnir og Lengjubikarmeistararnir.
Titla Óðar. Elska að vinna titla. Og það skellaði í trademark fagnir sitt hérna. Syngi sinn, skulum hækka aðeins í gæjanum, aðtöku hvort að fagnirinn komið sitt, skilja heimistofu. Ríkibyggarmeistari 2018. Ágætu gestir, þá komið að verðlaunafhendingu og ég bið liðunum að stilla sér upp hlið við hlið, sitt á megin við dómarana og það Björn Brynjólfsson og stjórn KSÍ. Það Brói sjálfur og stjórn KSÍ sem mun afhenda verðlaunin. Og eins og sagði án, þá verða þau hérna í mynd. Ég og Kristján Freyr Lóðarsson, myndtökumaður, þökkum kærlega fyrir okkur. Og við benda á leik KHK sem einnig hérna á KTV. Annar leikur í uppspili að komast upp í úrvalsdeildina. KL serien 1-0. Takk til næst. Góði gestir, dómararnir hafa fengið sín verðlaun og við skulum gefa þeim gott blað. Þá komið að öðru sætinu silfurliðið í A-deild Lengjubikars kvenna 2018. Það Stjarnan og við skulum klappa fyrir þeim. Hvað að gera? Ég held að búið það. Það fara niður hann. Hvað? Hvað er þið? Og þetta Stjarnan og við skulum aftur gefa þeim gott blað. Og þá komið að Lengjubikar-meisturum í A-deild kvenna 2018 og þær fá peningana sína fyrst og það Þór Káa.
Og þá komið að afhendingu bikarsins og það Lilý Rut Hringsdóttir fyrir Fosskáa sem tekur við Lengjubikarnum 2018 og við skulum gefa þeim gott klapp! Og ég vil nota tækifærið og minna á það að Þór K.A. að fara að spila annan úrslitaleik eftir nokkra daga á sunnudaginn klukkan 2 upp á K.A.velli. Þá meistaranna, það Þór K.A. og IBVF sem að mætast þar og þá þurfum við að hafa enn hærra því að það ekki þak til þess að taka við bergmálinu. Næsta sunnudag klukkan 2 Þór K.A. IBVF í meistarakeppni KSÍ. Við mætum öll þar. Það einhver sem hefur mist Sony síma hérna á grasinu. Það slökkt á símanum, þannig ég get ekkert séð hvaða stendur. Einhver sem búinn að týna símanu sínum.
einhver sem hefur mist síma hérna inni á grasinu? Sony sími í óskilum. Tvunni. Það ekki gott. Það ætlaði að ganga eftir það í loftinu? Já, ég veit ekki hvernig maður gerir. Ég hætti að sína þú að sjóðu hætti. Ég veit hún að geta rosalega vel út svona með meiðsli og en það voru miklu betri samt.
Stjarnan. Já, lítið